Já, velkomin aftur. Þetta var hann Þröstur Leó Gunnarsson sem bæði trillukall og leikari. Hann var að flytja hér ávarp óþekka sjómannsins. Við gerðum þetta fyrir ekkert svo löngu síðan. Ég man fyrra ávarpið sem við sýndum hérna á undan í þættinum, það var held ég alltaf ekki verið 22. Þá vorum við með svona gjörning á sjómannadaginn, svona létum eins og að sjómannadagurinn gæti verið dagur þar sem að sjómenn gætu lagt fram svona sína kröfur og tóku þátt í göngu frá Hörpu út á Granda og voru þar með svona lítinn bás og seldum blöðrur, sem voru gular blöðrur sem ástóð við eigum kvótann og við eigum fiskveiðiréttindin, ekki Samherji, og var svona stemming og skemmtileg. Og svo kom að því að við höfum spilað hérna þetta dreift í einhvers staðar, ég man ekki eitthvað í gegnum samstöðuna en eitthvað í gegnum svona Facebook-hópa og annað slíkt. Og svo hitti ég Þröst Leó hérna daginn út á Granda. Og hann sagði við mig eitthvað svona, veistu það, hérna, fólk búið að vera að koma til mín hérna og þakka mig fyrir þetta. Og ég hef nú tekið þátt í mörgum bíómyndum og leiksýningum, en ég hef aldrei orðið varfið, ég haft jákvæð viðbrögð einu sem ég hef gert. Þannig hann mætti bara eins og rockstjarna þarna út á. Gaman að því. Já, og þetta var svona skemmtilegt gjörningur sem að því að sjómannadagurinn á þeim, til dæmis þann sjómannadag, og ég held að segja ennþá þannig, að þá hefur eiginlega Brim tekið þetta yfir. Þannig að Brim eiginlega sér öll hátíðavöldin og eitthvað fannst okkur þetta svona komið aðeins og út í einhverja vitleysu, sko, ef að stórútgerðin sem að vita allir að kúar sjómenn, þó að þessu pláss sem að skila miklu tekjum þar inni, að þá kemst ekki upp með það að andmæla kvótakerfinu og þess að fá ykkur afleiðingar. Það er mörg dæmi það. Já. Þetta hét Grandi, þá var ekki Ólufsi, var hann ekki reikinn fyrir skoðinu sínar? Hvað hét aftur hann rækjubáturinn sem að sildi í land, að þið voru ósáttir við Bergvín eða eitthvað svoleiðis. Já, Garðinn. Já, það var stýrimaðurinn sem stóð fyrir þessu og það var bara einhlið ákvörðun útgerðarinnar að miða við eitthvað verð og sem að áhöfnin bara upplifði að væri verið að hlunnfara sig. Þannig að þeir stildi í land. Út þessu var það svona smá fréttir, sko. Ekki einn stóran og maður myndi ætla á Íslandi sem að þetta er náttúrulega bara uppreisnin af Bounty. Þetta er bara stór frétt og mikil saga. Það voru fáir sem að voru að segja þessa frétt. Þetta var svona örlitla fréttir hér og þar. Ég held að stýrimaðurinn hafi bara átt í erfiðleikum með að fá pláss fyrir þetta. Og þannig það náttúrulega. Það er svolítið. Ég hef stundum sagt að því að við var svolítið duglegri við að fjalla kvóta og svona fyrir nokkrum ári síðan, meðal annars með Ögmundi Jónasinni, við vorum svona að reyna að efna umræðuna. Og þá var það oft þannig að kannski þegar klukkan var orðin 10 á föstudags- og laugardagskvöldi, að þá var hringt í mig og þá voru það sjómenn sem voru að tala og mér finnst alltaf svo sorglegt að mér væri svona, þegar ég var búin að fá sér í glas og svona, þá opnaðist fyrir málbeinið og þetta er náttúrulega ótrúleg kúgun sem á sér stað og fólk getur bara að lesa gamlar Laxness og Dickens og svona, hvað gerist þegar einhverju einn hefur svona ægivald yfir samfélagi, að það verður alveg ótrúlega óeðlileg. Það er hérna núna upp á síðkasti þegar ég er úti með hundinn, þá er ég alltaf að hugsa meira og meira sjómennskunni. Ég var 12-13 ár til sjós og ég var alltaf í landi á sjómannadag þegar ég var á bátunum á Snæfellsnesi, en hérna þegar ég var 2 ára á Akureyri þá var ekki komið í lög sem sagt að ættum frídag. Þannig að við vorum út að sjó. Ég var 2 sinnum sjómannadag út að sjó og einu sinni í landi. Og smá saga. Ég var mest í lestinni, mér fannst það fínt að vera þar. Við vinna, ég bara kunni vel við það. Og hérna, við vorum að hæsta matið fyrir fiskinn af öllum tórunum, þessum 5 tóru sem voru. En svo kemur sjómannadegi og ég er með Kristján minn lítinn hérna fyrir Sundlaug þar sem að hátíðahöldin eru. Og þá er sagt að Sólbakur,
hafi verið með hæðsta mat, best útkomuna frá gangi fiskjarindar, sko. Og til að veita þeim velunum viðtöku hér Jón Aspa skrifstofustjóri UA og ég sem var búinn að vinna sko þarna mánuðum saman ofan í lestinni til að ganga frá fiskinum. Ég stóð þar bara og horfði á svona með litla strákið minn sko. En svona af hverju tékkur ekki á því hvort það væri einhver úr áhöfn Sólbaks í landi sko. Þetta eins og í ameríska fótboltanum. Það einhver vinnur þar hérna Super Bowl eða hvað það heitir. Það kemur alltaf eigandinn og tekur við byggarnum. Ekki leikmennirnir. Mér finnst þetta sko, mér langa ekki að upp að taka á móti þessu, það ekki það, ég bara að hugsa bara móralinn sko sem eða var og kannski ennþá, ég veit ekki, en svona var þetta og Mér fannst að koma fram eins og við höfum nefnt hérna áður þegar Ríkisútvarpið fór með umræðu hækkun veiðigjalda og fór með það til Grundarfjarðar. Mér fannst að vera svona dæmi bara algjöran vanlestur á hvernig samfélög eru, það sem eru kannski ein eða tvær ættir sem svona drottna yfir bara möguleikum fólks á lífsviðurværi. Ég held þetta sjórið þannig að það hérna Guðmundur Runólfsson fjölskylda og svo var Sófónías Sesilsson, en ég held að fisk á Sauðárkróki eigi það. Þannig að það bara önnur útgerðin eða sko stjórnendur annar útgerðin eftir heima í Grundarfirði. Já, og þannig mun það verða, það mikið af því að Snæfellsnes sumrið sérstakt, af því það eru ennþá svona meðalstórar útgerðir, jafnvel litlar þar sem einhver fjölskylda á einn bát, en óhjákvæmilega munu þessar útgerðir líka vera seldar þetta gengur niður. Ég hitti Óla Rögg á Hverfisgötunni og útgerðarmaður á sem ég kannast sérstaklega bara við í gegnum ykkur bræður sko því að en við vorum eitthvað að spjalla, það var bara að spyrja daginn og veginn og svo enduðu eitthvað neina, ég sagði við hann ekki og svo selur ekki kvotan eitthvað svona, stælar í mér og þá sagði hann eitthvað nei, en þá sagði ég en syniðinni munu gera það og sagði nei, eitthvað svona en það var þetta, þú veist, maður geta ímyndað sér að svo gengur þetta niður og niður á hendanum náttúrulega munu stórútgerðin kaupa þessar útgerðin eins og aðrar sko. En Ólafur Röggvaldsson, Óli Rögg, hann og Hjálmar Kristjánsson sem bróðir Guðmundar í Brími, þeir eru svolítið svona vakandi yfir þessu. Það eru þeir, eins og mér sagt, að þeir séu svona að gæta svolítið að þessu, til dæmis bátur sem ég var lengst á, Ólafur Bjarnason, að Hjálmar, bróðir Guðmundar, hann keypti þá útgerð til að halda sko og þá líka með verkun í Ólafsvík það ekki svipur hjá Sjón sko sjávarútvegurinn í Ólafsvík heldur að var Nei, ég að segja sko nei, voru 40 bátar hefa það eiginlega ekkert í höfninni og sára lítil fiskvinnsla sko. En það samt verið að verja þetta sko, þannig en svo fiskmarka á nærðarna líka þannig að þetta keyrt burtu líka hluta af þessu Nei, það ekki þetta líka þessu saman við það sem var. En það var sko að því sjómannadagurinn að einu sinni voru við sjóararnir að funda og vegna þess að komandi sjómannadagur og þá vildu þeir sem voru sjómannadagsráðinu allir halda áfram. En svo Jói Steins sem var vélstjóri Garðaður skemmtilega ákveðið maður, að hann bara í mjög langar í þetta sjómannadagsráð sko, mér finnst að það vanti þetta og þá segir það verður bara einhver að víkja fyrir Jóa sem að þessu sækir þetta svona fast hann á að fara að inn sko, sem hún varð en þetta var svona Náðu ykkur breytingum? Ég veit það Hérna í bænum sjómannadagsráð til húsa í Hrafnistu og hefur alltaf verið svona, þetta ekki kallað svona power base hjá sjálfstæðismönnum þannig var fyrstir ég vissi af þessu að þá var Pétur Sigurðsson sjómaður með stæðst og flottustu skrifstofu bara á höfuðborgarsvæðinu. Ég get svarið að maður þurfti að labba sko 10 metra áður að koma það var líka þegar ég kom að áratugum síðar til skrafsvaráðgerða við Guðmund Hallvarsson held ég og þá var þetta svona, ég bara játti ekki orðið yfir. Nei. En ég var reyndar lítill, ég held ég að vera 11 ára, þá var ég sendill á Hrafnistu. Þannig að kannski skrifstofan ekki stór, hún í barsminni mínu. Já, ég fór gæinn sem fullorðið maður. En ég heyrði skemmtilega sögu þegar Guðmundur Hallvarsson var þarna.
að þá kom eitthvað, hvort það var einu sinni í mánuði, þá kom Davíð Oddsson og Halldór Blöndal í mat og þeir borðuðu þess í mötuneytinu á Hrafnistu. Og Sigurður Kári sem hefur nú verið svolítið í fréttunum núna að skamma Ólaf Þ. Harðarson fyrir að benda á það hvernig megi stöðva málþóf og segja hann einhvern veginn farið út fyrir eitthvað. Ég veit ekki, hann er bara prófessor emeritus og er bara einn af mönnum sem hafa Við trúum honum fyrir eitthvað. Hann er einn af þessum mönnum sem sko sannarlega málfrelsi, en ég veit ekki alveg hvernig hann getur verið að fara út fyrir eitthvað. Og notar það sem betur fer sko. En þá sátu þeir hann, mér veist að skemmtileg mynd að sjá Sigurður Kára svona, sem er maður svona á miðjum aldri með þessum gamalmennum að borða. Mat sem er svolítið mikið soðinn eins og er oft á elleimunum. En sjálfstæðismenn hafa alltaf haldið sko svona, og það áttu meðal annars sjómannafélag Reykjavíkur sem heitir held ég Sjómannafélag Íslands núna. Það voru alltaf sjálfstæðismenn og ég man að ég tók þátt í því að hvetja til mótframboðs við þá. Og þá var viðkomandi bara rekinn úr félaginu sem að síðan var dæmt ólöglegt en þannig mættu þeir bara með öllum mögulegum það yrði bara svona frjálsar kosningar innan félagsins, mættu því með einhverju hörku. Já, það er rétt. En það er... Hvað heitir hún? Hún hét ekki Heiðveig, nei hvað heitir hún? Já, þú gáður, það kemur að þér. Já. Þannig að þeir hafa varið þetta alveg fullri hörku og núna er formaður sjómannadeildar svona ungur maður sem þú settir mig alveg út af laginu með þess fyrir nöfn á einhverjum en hann tjáði sig svona mjög pólitískt sko þannig að fyrir flokkin já og bara eiginlega gegn hugmyndum hækkun veiðigjalda sem að ég held að það ég meina að þú myndir spyrja sjómenn að þá eru þeir ekki á móti hækkun veiðigjalda en það sem að sjómenn myndu helst vilja svona, það er ákveðin hugsun í þessu frumvarpi að verða að taka mið af markaðsvirði það er náttúrulega gríðarlegir hagsmunir fyrir sjómenn að verði til einhver svona markaðsverð sem að ræður viðskiptum á milli skyldra aðila þegar útgerðirnar selja sjálfum sér því að þeir eru eiginlega með 20% kjaraskerðingu bara innbyggða í samningana af því að ef ég á bæði skipið og vinnsluna að þá get ég selt sjálfur mér á 20% undir markaðsverði sem að þýðir það að ég bara skerði launin þínu með 20%. Og ef þú ert með svo nýtt skip þá tekur önnu 10% með það. Já, sem að er þáttaka sjómannana í nýsmíðinni. Á þess eignast nokkuð í skipinu sko. Sjómenn tóku þátt í kvótaköpum á 10. áratugum. En þeir eigi ekki kvótan. Egill bróðir var ansi góður, hann var stýrimaður. Og útgerðarmaðurinn, skipstjórinn kemur útgerðarmaðurinn og tilkynni það að þeir ætla að kaupa kvóta, hans er svolítið dýr og þeir vilja áefnum taki þátt í kaupum og kvótunum. Og þá sagði stýrimaðurinn, Egill Egilsson, þá sagði hann, já, ekki mál. En ekki fyrr en þeir sýni mér það að stýrimaðurinn á bátnum sem kvótið var tekin af, fái þá það sem ég borga. Hlustar ekki á það? Já, ég var bara... Þannig að sko, Egill harður á sínu sko, og þetta var alveg rétt hjá honum. Já, ég skal borga þetta, en þá sá sem misti það, hann fái það sko. Jafningi minn þar sko. Ég bara var að fletta upp Heiðveig María Einarsdóttir og það endaði með því að sjómannafélagið þurfti að greiða henni 1,5 milljón þessi greiða sekt í ríkissjóðs fyrir að reka hann á félaginu þessu var ólöglegt en með þessu tókstu með eyðileggja það að sjómenn gætu valið sér fórustu þannig að það voru beitt. Já, sem það verið bara mórandi hvað sem það kostar. Alveg. Komið vekk fyrir það hvað sem það kostar. Og sumileyti er sko svona kjarabarátta sjómanna hefur alltaf verið í ákveðnir erfiðleikar út af þessum svona rosalegu tökum sem að útgerðin hefur að ef þú ert með uppsteita þá færðu bara ekki pláss og svo náttúrulega eru sko pláss á þessum tórum er náttúrulega mikill happafengur og gríðarlega tekjur þannig að þetta eru mjög verðmætt pláss og kannski svona kjarabaráttanum að bæta kjör á kannski ekki við þar en svo eru kannski aðri sjómenn í öðrum plássum ég hef þess heyrt að þessi algjör og þrælakistur þessi
þessar línuveiðar sem eru á þessum litlu bátum sem einhvern veginn eru svo astnalega stuttir til þess að hitta inn í einhverja mæleiningar. Sumir hafa sagt að lítið út eins og straujárn, að þetta séu alveg hryllilegar þrælakistur, sko. Það er Og menn kannski með sæmilega tekjur, en vinnan sem þau þurfa að gera upp í það séu. Og þetta hlýtur á mikið hreyfing á þessu bátum, maður undan öldu og svona. Þetta er alveg glötu sjóskip, sko. Já, hljóta að vera, sko. Þau eru smíðuð til þess að, ég man ekki hvað það voru 12 metrar sem með að vera á lengd til þess að mega stund þess að veiðar svona nálægt landi. Þetta er eins og lyftuklifi, einhvern veginn. Já, þeir eru ljóti líka, sko. En svo er líka eitt í þessu, það er miklu færri sjómenn í dag heldur en þegar þú varst. Það er þetta líka í saman. Og þú varst að lýsa höfnin í Ólafsvík sem var full af bátum, ég man eftir því, bara full af bátum og við færum upp á Akranes. Ég held þú sjáir ekki sko fiskibáti í höfninni lengur. Það er ykkur strandveiðimennar, sko. Já, ég held þessi ekkert margir, sko. Nei, einhverjir, ég var bara að hugsa. Þetta er skipaskagi. Einu sinni var bara höfnin full af þessu og bátarnir komu inn og voru að landa og hérna fólk var að vinna við hérna fiskvinnsluna og þá komu vörubílar frá netavestaðunum með hérna skipt út net eða fara að gera við þau og fara við elsmiðunum. Já, og skipasmíðastöð þannig hinum einn á Nesinu, Akranesi. Já, og það eru með matvörubúð sem ég held að sé ennþá opinn. Hvað heitir hún, Einarsbúð eða eitthvað, sem að var með kostinn, þannig að það hríslaðist upp frá höfninni svona lífæð bæjarins, en núna er bara slökka þessu og hérna allt snýstu það að reyna að lokka einhver atvinnufyrirtæki hérna inn með því að sko veita þeim afslátt af hérna alls konar gjöldum og fleira svipað og Húsvíkingar neyddust til þess að hérna fá bakka hérna. Já, það var ekki bara Steingrímur og Sigfússon sem það var gefið eftir alls konar svona hafnagjöld og það var ríkið boraði hérna gat hérna í einhvern jarðgöng og þetta er svo mikill munur á því hvort að sko bæjarnir sjálfur hafi raunverulega afli til þess að byggja sig upp og innan bæjarins séu teknar ákvarðanir um framtíðina eða þegar sveitafélagin eru svona lamin og brotið á hneskilenda þannig að þau þurfa að vera fara einhverja bónleið til einhverja sem að koma og gefa eftir opinber gjöld en sko, Smári, að hérna Snæfellsnesið, það er sérstök útgerð þar, það eru minni togarar svona í Grundarfirði og svo svona hefðbundin bátaútgerð í Ólafsvík og Rifi og það er vegna þess að náttúrulega það er svo gjöful mið. Það er bara gjöful miðan þannig að það er búið fisk alveg lífandi spýst. Fjörðurinn er fullur af fiski. Já, en svo hérna hittu við þennan margumrædda Ólaf Rögnvaldsson saman í Múlakaffi og þá fór hann að segja okkur að fiskurinn væri svo mjór, hann var svo horaður og hann tók sem dæmi og sagði sko, í gegnum árin hefur haus á fiski verið meðaltali 13% af þyngdinni. Núna koma þær upp langir og mjóir og hausinn hann er orðinn í 16%. Af hverju? Spyr einhver á því? Ég veit það ekki. Já, Jón Kristjánsson fiskifræðingur, hann hefur hérna, ég hef rætt við hann hérna þetta. Já, hann vantar að veiða meira. Það er bara mikið af fiski og hann hefur ekki æti og það besta sem við getum gert alveg eins og hérna eða væri fiskeldi eða eitthvað, það er bara að taka úr stofninum svo þeir sem eftir eru hafi meira æti og hann, Jón Kristjánsson hefur komið oft hingað við hérna rauðaborðið og flutt svona sína skýringu á þessu og hann segir þetta séu mistök sem hafa átt sér stað út allt í Eystrasaltinu, Norðursjónum og fleira það sem hefur verið eyðilagt með hérna svona þessari hugmyndum að sé hægt að geyma fiskin í sjónum og veiða hann seinna. En það stofnstærðin ræðst bara af fæðuframbóði og ef það er mikil fæði þá er óvægt að veiða og þegar það er lítið fæði þá ættu enn frekar að veiða. En ég hef spurt menn að þessu að því að ég bara undir Jón að því að við heyrti þetta að fiskurinn væri svona mjór og hann fann einhver svona dæmi það er bara raunverulega þannig en síðan hef ég verið að spyrja sko stranduði með núna sem að eru og þeir segja að fiskurinn sé bara í góðum holdum sko en kannski eru þeir bara á meiri grunnmiðum eða eitthvað, ég veit það ekki
En þetta er náttúrulega mjög alvarlegt. Það komin meiri áta, við vitum það svo sem ekki. Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt og mér finnst alltaf leiðilegt að það sé ekki hægt að ná meiri svona umræðu raunverulega fiskveiði stjórnina sem er eiginlega, sem Hafró leggur til. Hafró lofaði okkur hérna fyrir 40 árum að með því að geyma fiskinn í sjónum að þá verði hér veiðarlegur stopp svona 500.000 tonn. Ég er ekki bara verið að mæla með rúmlega 200.000 í dag. Já, það er alveg, sá hluti kvótakerfisins hefur ekki gengið upp. Nei, og þegar einhver er alltaf að halda ykkur fram sem að gengur ekki upp. Þetta er alveg svo, manstu þegar það var hérna með bóluefnin og sagt að við fengjum bóluefni þá verðum við ekki veik. Jú, en við verðum eitthvað veik ef við verðum minna veik. Nei, það víst ekki. Þannig að þá fer maður efast. Og ef Hafrannsóknastofnun segja hérna við ætlum að geyma fiskinn í sjónum því að þá getum við veitt meira og það gengur ekki í ár og ekki í næsta ár og ekki næsta ár og ekki næsta ár og í 40 ár hefur þetta bara ekki staðist. Þá finnst mér furðulegt að allir koma að þessu og segja jú, þetta verður við að vera með vísindalega nálgun. En ef að þessi nálgun er ekki að skila árangurinn sem þau sögðu, þá er þetta bara eins og tilraun. Hitt er meira verðmæti, Hitt er mönnum meira verðmæti að hafa forgang í stofnana. Ja, það er einmitt málið, sem að við ættum að geta rifjað upp bara því þú ert í blaðamennsku eftir þú ert í sjómennsku. Þú manst að þegar kom veiðir ágjöf frá Hafró, það eru bara 210.000 tonn þorski, þá eru útgerðin brjáluð, algjörlega brjáluð. Svo allt í einu bara þagnaði þetta. Útgerðin LÍÚ tjáði sig ekkert þetta. Og þá ég held að þú nefndir hann Ólaf Ufsa áðan. Ég held að hann hefði sagt þetta að hann hefði heyrt eitthvað segja að þetta sé bara gott að sé dregið úr því þá getum við heyrt þá sem að standast þetta ekki. Og það felst í því að þú varst kannski búin að taka lán til þess að kaupa nýjan togara og varst með mjög skuldur og svo bara skorið niður kvótinn og þú bara getur ekki rekið. Nei, þú værið ekki að fiska upp í skuldirnar. Og þá ringir bankinn í Samherja eða eitthvað stór útgerðina og eiginlega flytur útgerðina þína til þeirra. Og það var það á því tímabili sem er á 10. áratugurinn og síðan hefur ekki heyrst múkk frá stórútgerðinni tillögur Hafró að á þeim tíma þá var flutt gríðarlegt magna kvóta frá minni útgerðum, skuldugum útgerðum, sumir sem hefur bara óheppnir, keyptu togarana á mjög óheppilum tíma. Var flutt yfir til þeirra sem að stóðu betur. Það sagði einhvernig við mig, var þá, það hafði verið frægur aflaskipstjóri, mjög farsæll sjómaður og hann sagði að, ég var ekki að tala um hvað hann átti mikinn kvóta, það var alveg ótrúlega mikið og ég segi, hvernig stendur á þessu? Þá sagði hann að það sem hann fékk uppalega, það var raunlega búið að skerða það, segir hann einhverja skerðingar út af vonbrigðum og hlera sem þetta verið. Þá var það farið, en kvótið sem hann átti, hann sagði þetta er allt komið frá því að einhver bankinn hringir í mig og spyr mig hvort ég vilji. Hann sagði, ég hef aldrei borið mig eftir þessu. Þetta er alltaf komið til mig. Þetta er svona saga sem að þarf að segja. Kannski verður það í verbúðin 2, verður fjallað þetta. Af því að þetta, var það ekki samt svona eitthvað svona kall frá bankanum sem var eiginlega að ýta tórunum burt. Við minni það nú, þetta hafði nú eiginlega komið fram þar. En þetta var bara þannig að til þess Landsbanki, það sem voru stærstu skuldir sjávarútvegsins, bara Landsbanki var bara í þessu að flytja tryggja sig náttúrulega. Já, töldu það. Ég held að það sé ekki góð trygging. Nei. Þá breyttist þetta. Þá var þetta orðið svo mikil verðmæti. Það var bara þannig. Já. Og þá var þetta snýrt það, hverjir eignast kvótann? Það eru þeir sem hafa aðgengi að fjármagni. Hverjir hafa aðgengi að fjármagni? Það sem þeir sem eru litir á sem betri kúnnar í bankunum. Það er ekki þannig að þeir hafi einhvern veginn aflað meira og búið til meira eigið fé vegna þessi betri sjómenn. Það snýrst aldrei um það. Þú veist, það voru margir góðir sjómenn og margir góðir útgerðarmenn sem vistu útgerðina sína vegna þess að þeir bara skuldi þeir hefðu keypt á óöflugum tíma að það var gengisfelling og skuldirnar hækkuðu þannig að þeir allt innu reyði ekki við þetta. Hafró dró saman veiðiráðgjöfina, eitthvað svona sem eru utanaðkomandi aðatriði en kannski brilljant sjómenn og góður útgerðarmenn. Fyrir einhverju síðan að þá var Egill bróðir okkar og einhverju vélstjóri
að veltaði fyrir sér að fara út í útgerð og það var náttúrulega bara venjulegir heimilisveður og sjómenn og hérna eins og hefur verið gerst í gennum alla Íslandssöguna, það eru bara einhverju duglegir sjómenn sem hafa ákveðið að kaupa sér bát og byrja að vera sjálfsísherrar. Já, og þeir sem sagt reyndu hvað í gátu. Og olíufélagi sem er alltaf að kaupa var tilbúin að lána þeim og svona kollakolli. En svo þegar þeir fóru að reikna þetta og það þyrftu líka að kaupa kvóta, bara og fjallita. Þetta var ekki mögulegt. Nei. Þetta hafa margir menn eins og þessi sem út að segja frá að fara til Noregs til þess að byrja útgerð. Það eru hellingað í íslensku sjómönnum sem eru svona í norðanverður hluta Noregs með þessi alveg nyrst í Noregi sem er eiginlega nær Rússlandi heldur en hérna Tromsø sem er svona litli bæir, útgerðarbæir. Þar eru íslenski sjómenn sem hafa enga möguleika á því að koma sér upp bát hérna og byggja svona hægt og býta upp sem hafa það bara mjög fínt í Noregi. Já, og eru sumir þeirra á íslensku bátum, plastbátum sem hafa verið smíðaðir sérstaklega á trefjum held ég. Já. Þannig að svona, við erum búin að flytja út hluta af sjávarútveginum eða sjómennskunni. Já, þannig að það er ekki pláss hérna. Nei. Sem að Sameinuðu þjóðirnar maður þetta því að mannréttinda stofnun Sameinuðu þjóðirnar benti á að kvótakerfi íslenska staðist ekki mannréttindi af því að þar hefur menn ekki möguleika á að gera það sem að Egill bróðir vildi og þeir sem að hafa farið til Noregs hafa gert. Það er að vilja vera sín eigin herrar. Það er bara búið að loka, þannig að það er engin nýliðun nema náttúrulega í strandveiðinni sem er náttúrulega þú farið að veiða 700 kíló. Já, á dag. Já, þar held ég að til dæmis ef þú værir að kaupa þig bát núna að þú bara rétt skrimtir af þessu 700 kílóm. Já, það náðum bara nánast daglega. Já, og svo bara alltaf á róa. Já, og svo sagði Kjartan Sveinsson sem er formaður Strandveiðifélagsins. Hann sagði að sko bankarnir neita lána ef þú ætlar að kaupa strandveiðibát, það farið ekki lán út af það, þið takk ekki veð í því. Já. Þannig að það er víða það sem er stýring. Herðu, en við ekki að segja þetta gott í dag. Jú, endilega, bara áfram sjómenn. Já, við óskum sjómennum til hamingju með daginn og hvetjum til þess að heyja baráttu því að Sumir sjómenn sögðu sko sem ég gerði aldrei, en hetjur hafsins og hermenn þjóðarinnar. Gleðilegan dag. Já, sendu þeim kæra kveðju öllum. En við þökkum gestunum sem hafa komið hingað í dag og Þresti Leó fyrir að flytja ávarp óþekkaða sjómannsins kærlega fyrir og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en mest þakka ykkur hlustendur góður og áhorfendur sem hafi breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlum og minni á eins og ég gerir stundum að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér bent á að það megi finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðunar og einstakar þátta. Við erum í útvarpinu á stóru höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM en það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann bæði á netinu spilar.is og svo spilar líka app sem má hlaða niður í farsíman og hlusta á samstöðuna og allar íslensku útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þú vill mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræða í þessu þætti, rauðaborðinu og öðrum þáttum samstöðunar. Það sem hefur drifið áfram uppbyggingu samstöðunar er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er stór hópur, eitthvað 1600-1700 manns. Það kostar 2750 á mánuði að vera áskrifandi að samstöðunni sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð í samanburði við aðra fjölmiðla. Ég held að kosti bara 10 skall eða svo að vera áskrifandi á mogganum sem að stór útgerir rekur. En ég veit að það eru margir að núti sem að hafa kannski fyrir löngu ákveð innra með sér að vilji gerast áskrifendur hér til þess að styðja samstöðuna í gegnum ólgusjó þess að vera að byggja fjölmiðl á okkar tímum. En hafa kannski ekki látið vera aðri. Við þekkjum það eru margir sem er alltaf á leiðinni í ræktina og margir eru alltaf á leiðinni að hætta að borða sykur og fleira. Við erum svo ofti á leiðinni að gera eitthvað sem við vitum að við ætlum að gera, en stundum þurfum við bara að kýla á það. Þannig ég hvet ykkur til þess að fara inn á samstöðum.is. Það er nappur sem stendur áskrift og skrá ykkur fyrir áskrift.
geti borgað 2750, megi borga meira þið vilja og þeir sem að kjósið geti látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið og það er einmitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðina. En þetta er orðið gott í bili, ég óska ykkur bara góðrar helga þessum eftir aðvinni, svo sjáumst við hérna aftur annað kvöld klukkan 8 en þá verður rauðaborðið hér. Takk fyrir.